hann segist vera leiðinlegu gaurinn þegar hann að blogga og vann handritasamkeppni Forlagsins sem heitir Nýjar raddir. Þannig að hann rithöfundur og húmóristi. Og hann heitir Vilhjálmur Pétursson og kominn hingað til þess að segja okkur aðeins frá sér og ég svo forvitin þessa heimsendishyggju sem að kemur fram í verkunum hans. Þannig að við skulum bara byrja þar. Velkomin Vilhjálmur. Takk hella. Hvað segirðu mér það? Af hverju ertu á þessum nótum? Það er kannski ekkert svona ein ástæða en ég hef alltaf skrifað svolítið svona neikvætt og svartsýnt efni en það er kannski núna svona ákveðin tíðarandi í gangi og svona svartsýni yfir heimsmyndinni sem að er ástæða sem maður svona leitar í þess átt en það er engin ákveðin pæling bak við þessi saga sem að ég var að gefa út, hún svolítið bara kom til mín. Ef þú segir að það sé svolítið tíðarandinn, er það út af Trump og stríðum eða er það eitthvað annað sem að hefur áhrif á þennan tíðaranda? Ég held að akkurat núna þá er það náttúrulega bara kjarnorkuvá og yfirvofandi bara hræðilegi hlutir en það er í gegnum tíðina ég hef alist upp við bara, ég man í æsku þá var verið að tala gatið í ósonlaginu sem að myndi drepa okkur öll og svo er það bara hlýnandi veðurfar, hamfara hlýnun stjórnmál undanfarinna ára og maður sér svona hvað trendið er í þeim núna kannski eitthvað svona fasismi eitthvað í þá áttina þannig að það er alltaf eitthvað sem maður er að sjá í fjölmiðlum og fréttum og svona sem að svona það er alltaf að fara til andskotans og mér finnst ég sjá það í bókmenntum sem ég lesið undanfarið ég var taka saman núna sem ég búin að lesa það var held ég 3 ára síðustu 5 eru einhvers konar heimsenda sögur og já, mér finnst þess að ég sjá bara meira á því undanfarið. Og ert þú þá svona að spá fyrir einhvern heimsenda í verkunum þínum eða ert þú með einhverja sérstaka sýn á þetta? Ekki beint, Ég vona að þetta verði nú ekki eins og Sigríður Hagalín og Eldarnir að það gerist eitthvað sem að triggeri þetta en það er einmitt ekki, fyrir mér það er engin einn heimsendir allavega í sögunum minni, það er ekkert eitt sem gerist, það er bara smám saman verður venjulegt líf verra og verra og verra og enginn fattar það á meðan það er að gerast þangað til einn daginn ertu búin að missa allt sem að áður var eðlilegt líf og þú lifir bara til þess að basically snýst lífið þitt að reyna að lifa af það er svolítið í sögunni en ég er ekki spá fyrir þetta, ég vonaði þetta að þetta verði ekki raunin það er bara eitthvað heillandi við þennan söguheim að það sé bara, það er engin siðmenning lengur það er allir bara að reyna að lifa af og já, það er svolítið svona skemmtileg frásögn. Segðu mér aðeins frá sögunni, er eitthvað sem gerist sem veldur því að siðmenningin líður undir lok? Það er ekki tekið fram í sögunni, það er svona nokkri hluti teknir til, að ein ríkisstjórn sprakk, önnur tók við, hún sprakk og svo smám saman gafst fólk bara upp að reyna að láta einhvers konar yfirvöld stýra ferðinni. Það er talað stríð og það er talað svona trend í stjórnmálum og þegar að samgöngur til og frá Íslandi falla niður þá náttúrulega verður erfiðar að lifa þannig að það er ekkert eitt tekið fram en það er svona gefið í skinn. Nú er ég ekki búin að lesa bókina og ég er bara kannski eins og flestir áhörendur, hún er nýkomin út, var að koma út í bara síðustu viku og þú varst að þykja þessi verðlaun Forlagsins.
sem náttúrulega mikill heiður, þannig að til hamingju með það. Takk hérlega. En mér langar að fara aðeins þá, svona ef þú útskýrir þessa sögu fyrir okkur sem að höfum ekki lesið hana. Segðu okkur, kveiktu áhuga minn. Já, hún fjallar mann sem heitir Steinn. Já. Og í upphafi sögu þá hann eiginlega búinn að gefast upp. Hann búinn að týna og tapa fjölskyldu sinni og hann í Reykjavík og það bara allt farið til fjandans þar. Þannig að hann gefst upp og yfirgefur Reykjavík. Eina sem hann með meri sem hann hefur stólið og hann hugsa bara ég ætla upp í Borgarfjörð, ætla að finna einhvern rólegan stað og bara eyða ævidögunum þar. Og það sem gerist svo að hann þarf að leita á náðir fólks í sveitinni og hann finnur einhverja von. Hann finnur eitthvað sem honum finnst þess virði að halda áfram að eltast við og það í rauninni sagan. Já, þannig að það þarna einhver von. Já. Og þetta bara saga sem að gerast á okkar dögum? Það ekki tekið fram ártal. Ég var með ártal í henni en ritstjórinn minn bað mig að taka það út af því að það var of nálægt okkur. Já. Þannig að þetta í framtíðinni. Já. Og hvað hefur gerst þarna sem veldur þessu mikla vonleysi? Það í rauninni bara fólk snýst hvert gegn öðru og það öll matarframleiðsla, allt rafmagn, allt rennandi vatn. Það enginn sem heldur utan þessi kerfi lengur og bara smám saman höfum við tapað leiðinni til þess að framleiða og það kemur fram í bókinni að það alltaf færasta fólki það gerir það en svo sko fólki sem vill komast yfir það basically fremur ofbeldisverk til þess og þannig öllu færa fólkinu útrýmt. Það bara búið að útrýma færa fólkinu? Svona nokkurn veginn. Ok, og þetta að einhverju leyti svona ádeila á stjórnmál eða einhverju sjónamið? Ég held að þetta sé það alveg 100% en það ekki beint meðvitað. Það rosa mikið af köflum í bókinni þar sem að það svolítið svona ég set mig í spor karaktersins þegar ég að skrifa það og svo kemur svona runa af bara hugsunum það sem hann að hugsa það sem gerðist og af hverju það gerðist og þannig ég veit ekki hvort sem beint komið frá mér frekar en honum en ég allavega hef sett mig í sporin og skrifa það en það svona já, ég hugsa að sé alveg bein ádeila á það sem í gangi í dag. Hvað helst þá? Eins og þetta bara kannski ádeila á það að það græðgi sem að gengur of langt og það eitthvað sem að mér finnst svona þegar það hættir að vera þess virði að framleiða stöffið hvað sem það af því einhver annars tekur það bara og hefur ágóðan af því og þegar fólk hættir kannski að skilja mikilvægi þess sem framleiðir það heldur það alltaf uppi sem skiptir máli. Kapitalismi eða einhver svoleiðis sjónarmið? Já, í rauninni. En ég ekki einhver ruglaður kommunisti en þetta bara svona mjög einföldu mynd sem að ég sá fyrir mér þegar ég var að skrifa þetta sem að hefði strensat ykst í sögunni og basically endað svona hrikalega. Þannig að þú sérð einhverja ógn í því að það sé, þetta svona svolítið eins og í kommunismanum sem þú ert að lýsa að það sé þarna einhverjir sem að eiga peningin og framleiðslutækin sem að valda firringu hjá vinnandi stétt. Já, kannski svona grunninn en svo þetta, þú veist, ykta útgáfan af þessu að basically fólk beitir þá ofbeldi sem að segjum að fólk fer út á sjó
veiði fiskinn, kemur í land með fiskinn, það ætla bara að eiga fiskinn af því að það bara að reyna að sjá fyrir sér, en þá kom bara einhverjir stærri og sterkari og basically taka fiskinn af því og ef það þarf að gera það með ofbeldi þá gera það. Þannig að þetta er svona mjög einföld og ýkt útgáfa af ákveðnum iðnaði á Íslandi kannski. Í hverju hafði sögupersonan þín lent þarna í Reykjavík þegar hún við það að gefast upp á lífinu? Hann sem sagt að stinga af eftir að kviknar í húsinu sem hann hefur dvalið í og það er svona strax í byrjun talað sko, það er mjög algengt að það séu svona stórbrunar í borginni af því að þarna er engin hiti og yfir veturinn þá er fólk að kveikja í sagt, til þess að halda á sér hita og það náttúrulega breiður úr sér og það er ekkert slökkvilið og svo er það líka að stundum er fólk bara til þess að eyðileggja fyrir öðrum að kveikja í. Þannig að hann basically missir allt og hann er að stinga af því að hann bara er búin að gefast upp á því að berjast þarna. Vá, þannig að það er algjört svona öngþveiti bara í borginni við þessar aðstæður og fólk bara farið að skaða hvort annað. Já, það er svolítið þessi sögur heimur. Þetta er svona mjög myrkt. Já. Segðu mér þá, hvað og nú er ég alveg ný í þessu, ég vissi ekki einu sinni að þetta væri í tísku eða þetta væri tíðarandinn. Er það eftir því hvaða, nú þetta mér í hug sko, í hvaða búblu maður veist, hvað maður er að upplifa í sambandi við það? Ert þú í einhverju svona svona einhverjum félagskap eða með einhvern áhugasvið inn á þetta svið eða hvað getur útskýrt? Nú er ég bara að spyrja til þess að reyna að fóta mig í þessum pælingum. Já, það er kannski bara bókmenntirnar sem ég les að ég til dæmis las The Road eftir Cormac McCarthy sem er svona mjög myrk heimsendasaga og svo er ég nýlega búin að lesa Eyland eftir Sigríði Hagalín. Já. Og ég las Breiðþotur eftir Tómas Ævar og hvað var ég að lesa annað? Ég var að lesa Project Hail Mary sem var að koma út bíómynd sem er líka svona heimsenda þannig að ég veit ekki af hverju ég laðast að því en þetta er allt svona nokkuð körrant verk sem að hafa heillað mig bara einna mest að því sem ég hef lesið undanfarið og það er saman með sjónvarpsþætti ég laðast alltaf að svona heimsenda sjónvarpsþáttum og svo er það líka bara algoritminn minn sko að það er það sem að maður er að skoða á samfélagsmiðlum það er kannski mikið af fréttum stjórnmál og svona sem eru kannski neikvæð og ég er líklegri til þess að horfa á eitthvað ákveðið þannig að ég fæ það inn í algoritma minn. Já. Þannig að það getur vel verið að það máli upp þennan áhuga hjá mér en að því sögðu þá er þetta ekki eitthvað sem að ég bjóst við að skrifa. Þetta var ekki, ég er ekki búin að hugsa lengi ég ætla að skrifa þessa sögu. Það kom eiginlega bara til sko mánuði áður en að ég skilaði handriti í keppnina í fyrsta sinn. Ég sótti 2 árum eða tók 2 þátt. Og er það þá eins og þú lýsir áðan sem ég finnst mjög áhugavert að þá setur þig í spor einhverjar persónu inn í einhvern heim og svo ferðu að skrifa út frá því sem að þú myndir hugsa og upplifa í þeim aðstæðum. Já, einmitt. Og náttúrulega þarna af því að sögusvið er sko svona æsku slóðir þar sem að ég var ofta sumrin sem barn í Borgarfirði þannig að ég þurfti alveg að bara ímynda mér, ég fór ekki á meðan ég var að skrifa en ég þurfti eiginlega bara að ímynda mér að ég væri á þessu ferðalagi í þessu ástandi sem að hann er í og að ímynda mér allt sem að hann er búin að missa og ástæðuna fyrir uppgjöfinni þannig að
þú veist, eitthvað sem maður getur tengt við eigið líf en ekki svo djúpt sko. Þannig að já, það er bara Ég nú að hugsa, hefur þú átt einhverja svona sögu sem að er þung eða erfið sem að, þú veist, gefur þér innsýn inn í þessar tilfinningar og þessar hugsun sem að hann er með? ekki svona, þú veist, ég er búin að vera mjög heppinn sko, bara ég er að nálgast fertugt og er bara búin að missa eina ömmu og einn afa sko. Þannig að ég og bara kemur mjög heilsteyptri fjölskyldu og allt en Veistu hvað mjög þetta í hug? Hvort að fólk sem hefur það rosalega gott, hvort að vanti drama í lífsitt? Já, það getur vel verið sko. Það er alveg bara mikið til í því að hugsa bara hvað er það versta sem getur mögulega gerst. Já. Mér langar að pröfa að upplifa það og setja mig í þau spor. Já. Það getur vel verið. Bara til þess að fá að upplifa tilfinningar sterkt eða eitthvað svoleiðis, sko. Já. Í þessu tilfelli þá var kannski eitthvað svona trigger bara að það voru svona veikindi í fjölskyldunni og afi er orðinn gamall og svona búin að vera að flakka milli elliheimila og maður einhvern veginn svona kannski setja sig í stöðu eitthvað sem er að horfa tilbaka og þarna var ég sem sagt þegar ég skrifaði fyrstu útgáfuna af sögunni þá var ég eiginlega svona fastur í útlöndum og á meðan að það var eitthvað svona í gangi heima og kannski byrjaði ég að skrifa þetta út frá eitthvað svona samviskubiti yfir því og ég þurfti að koma einhverju frá mér. Já. En svo smám saman þróaðist það í miklu dýpri sögu þannig að það er engin svona beintenging en það gæti hafa verið svona triggerinn. Hvernig líður þegar þú ert að skrifa? Mjög vel, það er skemmtilega sem ég geri. Það er bara þegar ég sest niður og hef bara tíma til að skrifa það er bara ég vil ekki hætta en ég þarf að hætta því að það er svona reglega mér að kötta á áður en ég fæ ógeð sko. Þá get ég haldið áfram spenntur daginn eftir. Ok, lýstu því hvernig aðstæður þú skrifar? Undanfarið þá hef ég vaknað svona milli 9 og 10 og farið út í göngutúr og ég held í alvörunni tala að það sé ástæðan fyrir að mér tókst actually að gera þetta af því að það bara bjó til rútínu hjá mér og ég bara orðinn ferskur, kem heim hellu upp á kaffi sest við skrifborðið og set mjög skrítna tónlist á ég set tónlist úr tölvuleik sem ég hef aldrei spilað sem heitir Red Dead Redemption svona kúreka svona Vilda Vestus tónlist og svo er ég yfirleitt með ég er búinn að sem sagt teikna upp hvað á að gerast í hverjum kafla hvert markmiðið er og hvort það náði því eða ekki og svo bara byrja ég að reyna að fikra mig frá A til B og stundum þarf ég að vinna eitthvað svona heimildavinnu þar sem að þá er ég að googla á meðan ég er að skrifa en það er mjög gott þegar ég kemst bara í flæði og ég er aldrei lengur en kannski 4 tíma í senn að skrifa. En hvar kemur þessi vellíðan og gleði? Ég held að sé að því mér finnst svo leiðilegt að vinna og ég eins frábær vinna á það ég sem sagt þýðir sjónvarpsþætti. Já. Og það er bara, ég veit að það er öfundsvert hlutverk en þegar maður er búin að þýða kannski 5 þætti af sama efninu þá kemur ég með svo mikill leiði og mér finnst svo ótrúlega næs að geta bara byrjað að spinna út frá því sem mér finnst skemmtilegt og það er líka eitthvað svo gaman sérstaklega að maður að gera fyrsta draft þú mátt gera hvaða vitleysu sem þú vilt bara því ruglaðara því betra svo getur alltaf eitt í ef það virkar ekki og það gefur þér eiginlega bara meira til að vinna með þegar þú ferð svo í annað uppkast og mér finnst það skemmtilegasta sem ég veit og þetta er örugglega sko bara frá ég var krakki að leika með Axonkalla sko núna er ég bara svona í fullorðis útgáfa af því að geta bara búið til þetta leikrit sem ég var að gera með höndunum sko að það er kannski eitthvað svoleiðis eitthvað gleði úr æsku sem maður tengir það við sko. Þannig að þú nefnir þarna flæði og spuni sem er þá þetta að búa til sjálfur ævintýrið
Þannig að það er sköpun Já. í því og munur á því að vera þýða heldur en að vera búa til sitt eigið efni. Já, algjörlega. Akkurat. Það er sko, þegar ég er að þýða þá oft fæ ég alveg kláða í puttan að skrifa af því að kannski er ég að horfa á eitthvað sem er svo vel gert að maður fær innblástur og stundum horfi ég á eitthvað sem er svo lélegt að ég hugsa fyrst þetta er framleitt þá hlýt ég að geta gert eitthvað sko, sem að eru þið framleitt. Hvaða þætt ertu að þýða? Síðast var ég að þýða sjónvarpsþætti sem heita Hacks og er svona uppistandara sem að það er svona kona í eldri kantinum sem byrjar að vinna með ungri konu og önnur er svona woke og hin er svona gömul og íhaldsöm og þetta er svona tókstreitan þarna á milli. Það er mjög gott efni en það er eitt af því sem að sko tekur svona mentally á að þýða svolítið mikið grín og svona orðagrín og referensar úr ensku þannig að stundum er ég alveg uppgefin á því að þurfa að stoppa til að googla hvað sé verið að tala um sko. Já, að þýða grínið, bandarist grín. Já, og ég hef þýtt alveg heilan helling af grínþáttum og þeir eru miserfir en það er sérstaklega þeir eru svona popkultúr, referensar það sem ég veit ég á ég setja á beintinn, á ég staðfæra á eða hvað og svo er það oft orðagrín það þarf að rýma eða eitthvað svoleiðis það er svona, það tekur mig ekstra bara 50% tíma ef ég þarf að stoppa til þess að gera það sko. Svo er ég með að því að fótbolta þætti og það er bara fyrir mér eins og sko mitt fyrsta tungumál það er fótbolti þannig að ég þarf ekkert að hafa fyrir því bara kannski hvernig ég skrifa nöfnin á leikmönnum það kannski þarf ég að googla það. Meinarðu, ertu sem sagt fótboltastrákur? Ég spilaði mikinn fótbolta þegar ég var yngri, alveg hættur í núna ég horfi allt of mikið á fótbolta og bara les hann og horfi á myndbönd og samfélagsmiðlum það er eiginlega svona mitt dóp sko það er mín fík. Ég skil þig. Þannig að það er auðvelt fyrir þig að vinna með þannig efni sem þú þekki vel. Já, það er svona það sem að þegar ég fæ svoleiðisverkefni það er ekkert mál en já, svona flóknari þýðingaverkefni þau taka svolítið toll af mér en ég er svo heppinn að vinna í sko verktakavinnu þannig að ég geri þetta á mínu tíma þannig að stundum þá get ég bara komið öllu frá mér á fyrstu 2 vikum mánaðarins og það er þar sem ég finn tíman til þess að skrifa. Já. Það eru svona nokkur atriði sem ég langaði að nefna við. Þú hefur verið að skrifa sem sagt undir formerkjunum leiðinleikgaurinn. Já. Hvað útskýrir það fyrir mér? Það er svona fyrsta útgefna efni mitt. Það var bara, ég byrjaði með mokkablogg fyrir örugglega svona næstu í 2 áratugum. Já. Shit. Og svo er ég búin að vera með sem sagt Facebook síðu kannski síðustu 15 árin var mjög virkur og þetta var alltaf svona rosalega neikvætt ég var alveg að hrauna yfir fólk sko ef einhver fer og flettir í þessu þá er alveg hægt að cancela mér sko en þetta var alltaf undir dulnefni og núna á seinni árum þá finnst mér þessi sko nafnleysis menning á internetinu svo ömurleg að ég er eiginlega bara hættur þessu og ég var líka farin að skrifa miklu positífara og svona búin að finna eitthvað balans þar sem maður er ekki að kýla niður þegar maður er að gera grín sko þannig ég var alltaf að reyna það og ég var að reyna svona að draga athygli að jákvæðri boðskap og það virkaði alveg fínt en það var eitthvað bara, mér finnst Facebook leiðilegt og mér finnst þessi nafnleysis menning ömurleg þannig að svona smám saman þá hætti ég eiginlega bara að gera þetta ég held ég gera svona 1-2 posta á ári núna sko. Hvað er það sem að hefur verið vakið mest athygli af því sem þú settir fram þar? Einu sinni þegar að hverju voru það eftir? Það voru að reyna að fjárkúa eitthvað stjórnmálamann eða eitthvað svona það voru systur sem voru í fjölmiðlum fyrir svona 10 árum
Já. Og þá bjó ég til svona fake ransom note og setti inn á samfélagsmiðla og það fekk mikla athygli. Getur útskýrt þetta? Ransom note Já, þú veist, svona úr bíómyndum þegar búið að klippa úr dagblöðum sko stafina til þess að já. Til þess að enginn, það sé ekki þetta að rekja það. Já, og það var, ég man ekki hvað heita. Ég vil ekki segja ykkur nöfn, svo það ekki þær. Það vita örgulega allir hvað við erum að tala. Ég ekki heldur með nöfnin. Nei, og það var eitthvað svona issue sem að þær voru að reyna að kúa pening út úr einhverjum sko, stjórnmálamanni eða fjölmiðlamanni og ég sem sagt bjóð til svona fake ransom note og sagði, þú veist, followið leiðilega gaurinn eða ég skrá ykkur á heimkaup.is eða eitthvað svoleiðis og ég man að mér fannst þetta var hápunkturinn minn í sko sköpunarferlinu því ég alveg lagði mig í það að fara að föndra þetta og svona taka mynd og setja á netið. Ég setti alltaf hverja verslunarmannahelgi svona lista yfir hluti sem þetta ekki að gera og þetta var svolítið á þessum tíma þar sem að vera að taka skömmina af þolendum kynferðisofbeldis og basically var ég að segja, þú veist, ekki beita fólk ofbeldi fyrst og fremst. Já. En ég reyndi alltaf að setja það upp á eitthvað svona kaltæðin hátt. Það fekk alltaf, það var oft mikið deilt. Getur þú nefnt dæmi eitthvað grín í þessa veru þar sem að þú ert með góðan boðskap? Í þessum samhengi? Ég get náttúrulega reynd að finna bara listan. Og átt listan? Já, ég meina þetta allt á netinu, sko. En það er svo langt sinni gerði þetta. Ég hef ekkit, ég ekki með neitt stemplaðin, en basically var það, þú veist, ekki vera fáviti, var bara boðskapurinn, sko, á listanum, kannski númer 1. Já. Þannig að það undirleiðilega gurnum ef við viljum tekka á listan. Já, en þú veist það þarf að grafa mörg ára aftur sko. Þetta er bara dautt fyrir bara í raun núna. Ég svona spái hvort ég geti fundið eitthvað segway inn í skrifin að tengja saman sko. En ef við skoðum núna þessa heildarmynd sem við erum að fá að þér sem rithöfundi, hvað sérðu fyrir þér með þessi verðlaun og framtíðina? Ertu með einhverja svona sýn? Já, ég sko að fá þessi verðlaun og að fá bara verk útgefið, það er ógeðslega gaman og mig langar að gera það aftur. Þetta er nýtt þetta er svona ný listgrein fyrir mér. Ég hef meira verið að skrifa kvikmyndahandrit og svoleiðis en aldrei fengið neitt útgefið. Það er náttúrulega mikil vinna sem fer í það. Þannig að þarna fann ég sko svona nýjan grundvöll til þess að búa til eitthvað. Fylgja þessu peningar eða er þetta bara kostnaðurinn við útgáfu og kynningar starfsemi? Það var fyrirframgreiðsla og sem sagt bara fyrirframgreitt höfundalaun, eitthvað smá upphæð. Hvað er það mikið? Svona bara ganni, hvað fær fólk fyrir að gefa út bók? Það var 100 skall. Já. Og já, það er það eina sko sem að ég fæ borgað í peningum og svo náttúrulega væntanlega ef bókin selst þá hlýt ég að fá eitthvað, ég er ekki búin að reikna það út. Það er kannski ekki aðalatriði fyrir því eins og í þessu tilfelli. Það er að fá að upplifa þetta verkið þetta er valið og gefið út. Algjörlega, það er bara einhvern veginn mér líður svona eins og ég fái meira sjálfstraust í það sem ég skrifa og núna langar mig að skrifa svona flóknari sögu. Þessi bók sem að var að koma út er sko 112 blaðsíður held ég, mjög svona hraðlesin og einföld en mig langar að skrifa eitthvað aðeins flóknar núna og ég byrjaður á fyrsta uppkasti og langt komin með það. Þannig að ég hugsa núna sko veit ég hvað ég er að fara út í og ég er búin að upplifa sem sagt útgáfu ferlið að vinna með ritstjóra og það er mjög svona traustveikjandi að sko maður getur verið algjör vitleysingur og ef þú færð bara fagfólk í kringu þig þá kemur þessu frá þér almennilega. Já. Þannig að ég sé fram á að skrifa meira og fá meira útgefið en það er náttúrulega aldrei að vita og ég er líka með einhverja draumóra en þá það
skrifa sjónvarpsefni og kvikmyndir og mér finnst það skemmtilegasta formatið og þótt þessi saga sé mjög alvarleg og myrk þá leita ég meira í grínið sko. Þá leitar þú meira í grínið? Já. Og kannski að blanda þessu tönni saman eins og þú segir að vera með þennan svarta húmor sem þá kannski þín sérstæða. Já, þessi saga kemur sko frá svona söguheimi sem ég var búin að búa til sem var svona heimsenda saga þar sem að, þú veist, fólk á mínum aldrei að upplifa heimsendi á meðan hann gerist og það var eitthvað svona gagnaleki sem að triggerar að bara samfélagi fer á hliðina og ég var búin að skrifa handrita, ég var búin að senda hugmyndina á framleiðslu fyrirtæki og það var bara grínþáttur, það var bara svona mjög surrealist grín og þar fekk ég svarið að það vantaði upp á persónusköpun þannig að eiginlega var þessi bók svona meiri æfingi í persónusköpun í þessum söguheimi. Ok, eitt kannski bara lokum ef að þú mættir laga eitthvað í samfélaginu okkar og þú veist bara með töfrasprota, hvað myndirðu gera? Sko það ógeðslega mikil einföldun en ég hef verið að hugsa þetta dálítið. Sko ef stjórnmálamönnum og svona áhrifa fólki í samfélaginu að það væri einhvern veginn hægt að útiloka að það ljúgi. Þetta náttúrulega fullkomlega ómögulegt en bara að segja töfrasproti. Þá held ég að samfélagið væri svo miklu betra því ég held að margir sko svona margt áhrifafólk segir hluti sem það veit að er ósatt til þess að mála upp einhverja mynd sem hendar þeim. Og þegar það er svo spurt út í það og það er kannski það sem að það var að segja er hrakið þá eru bara engin svör og engin ábyrgð og það er ekkert sem gerist þótt að þú getur sannað að rökin þín fyrir hverju sem þú ert að reyna að gera eru lygi. Þannig að það og hræsni þetta er bara að banna með lögum að fólk í stjórnunarstöðum séu hræstnarar. Þá er heimurinn betri. Mér langar að sjá þessa bíómynd. Já. Ertu til að skrifa hana? Ég get reynt. Frábært. Heyrðu, takk kærlega fyrir Vilhjálmur. Takk bara frábært að hitta þig og bara gangið vel með bókina og öll framtíðar verkefnið þín. Takk kærlega. Og já, bara þetta er búið í bili. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.